Sameinaðsfélags, fyrsti heili fjórðungurinn og ég held að maður geti lýst fjórðungnum þannig að það er mikið að tekjum og mikið að kostnaði í honum og auðvitað þegar fram í sækir þá munum við lækka þennan kostnað. Það er einnig svolítið mikilvægt að hafa í huga að yfirtakan þetta var eignasala sem gerðist 1. desember þannig að við ætluðum náttúrulega að framkvæma samrunann 1. október þannig að þess vegna þessi einskiptisliðir inni bara vegna þess að desember er hérna í eðli sínu ekki mikill vinnumánuður og mikill gert bara þetta sem á tökum þannig að má segja að þetta sé svona fyrsti fjórðungur Sameinaðsfélags. Ég er mjög ánægður að sjá bara tekjurnar í hús. Það er auðvitað aðalatriði í fyrirtækjum að halda viðskiptunum og halda tekjum. Það er númer 1. Númer 2 er auðvitað kostnaðurinn. Við höfum miklu betri, má segja maður hefur miklu betri stýring á kostnaðum heldur en tekjum og þið sjáuð samlegaglæru í kynningun okkar og þið sjáuð að þetta kemur mikið til í 3. og 4. fjórðungi og hver skyldi ástæðan vera fyrir því. Helsta ástæðan sú að það eru 6 mánaðar uppsagnarákvæði í verndórasamningum fyrirtækisins sem við tókum yfir. Þannig að þetta er það sem þetta þýðir í rauninni að við bara segjum upp samningi og hann dettur út mitt ár. Og við getum ekki sagt upp svona samningum áður en við erum búin að ná tökum á tekjum og tökum á kúnnunum. Og það er ástæðan. Þess vegna er það ekki tilviljun að þetta kemur 3. og 4. fjórðungi. Það er bara mjög skýr ástæða fyrir því og svo auðvitað ætlum við að svona með tímanum að fækka stöðugildum með starfsmannaveltu höfum við talað og það er þá líka að koma inn á 3. og 4. Þannig að svona þrátt fyrir að þetta sé kannski engin flugeldasýning þegar kemur að EBITu, þá líður mér gríðarlega vel með þetta verkefni og ég tel bara að við náum þessum áætlunum með þessa samlegð og mér finnst það vera eitthvað sem við stjórnum, eitt af því sem við stjórnum betur en mörgu öðru í okkar rekstri. Þetta er auðvitað bara kostnaður 2 fyrirtækja sem við erum að sjá í þessum flugum. Þannig að svona með þessum upphafsorðum ætla ég að gefa Hrönn boltann og svo komum við með einhver önnur málum á eftir. Takk. Já, góðan daginn. Eru það límir að stilla þetta eitthvað? Ég ætla að renna í gegnum töluna með ykkur og hérna sjáum við helstu viðbyrgtölur úr fyrsta fjórðungi 2018. Tekjurnar 5.304 milljónir og eru 69% aukning frá fyrra ári. EBITA var 718 milljónir og 833 milljónir fyrir einskiptisliðum. Hagnaður var 56 milljónir og 150 milljónir hefur leiðréttur fyrir einskiptisliðum og eiginfjárhlutfall er 39,7% og þetta er svona helstið. Við horfum síðan á lykiltölurnar, eins og ég sagði þetta verður 5.304 milljónir og það er aukning 69% eða 2.163 milljónir. Ég með aðra glæru, það sé fyrir aðeins betur í starfsfættina þannig hér eftir. Kostnaður verði 3.197 milljónir og á móti 1.707 fyrir sama tímabil í fyrra og náttúrulega allir samanburður gríðarlega erfiður vegna þess að þetta er út af því að nýja starfsemin er komin á full innan fjórðung en það eru stórir liðir í kostnaðarverði sem er að breytast á milli ára, til dæmis fjarskiptakostnaður út af nýju starfseminni. Það er efniskostnaður, það eru laun- og starfsmannakostnaður, svo er eitthvað sem tengist aðgangsgjaldtrygging það sem við tókum það yfir á öðru fjórðungi í fyrra. Þannig það er svona kannski að búa til stærsta frávik í kostnaðarverði. Nú framlegð var það 2.107 milljónir og 39,7% á móti 45,7% í fyrra. Nú rekstrarkostnaður 1.896 milljónir sem eykst 804 milljónir milli ára eða 74% og þarna er aukning mest í starfsmannakostnaði og til að viðbótar eru náttúrulega ýmsir þættir eins og við erum að koma okkur fyrir erum að flytja starfsmenn yfir í nýtt húsnæði þannig að tímabundið það verður einhver auka kostnaður og svo erum við náttúrulega að fá utanaðkomandi hjálp í sérfræðiþjónustu og fleiru sem að tengist öllum þessum flytja starfseminni enga einn í félagið.
EBITDA 718 milljónir og stendur það í stað á milli ára, en eins og ég sagði það þá ef ég með aðra glæru sem sýnir hvernig við leiðum út einskiptisliðina. EBITDA 200 fjármögnun og kaupunum og auknum innan vaxtagjöldum tengslum við það. En hagnaður þá 56 á móti 201. Nú sjáum við hérna raun og veru hvernig þróunin hérna á milli. Við leiðréttum líka fyrsta fjórðung 2017. Það var komin inn kostnaður sem tengdist bara til í afræðuleikakönnunni og annars sérfræðikostnaður tengst við þegar við vorum að ganga frá kaupunum uppalega. Þannig það fellur inn á fyrsta fjórðung 2017. Þannig að okkur fannst rétt að leiðrétta þann fjórðung til samræmis við það sem við erum að gera hér. Og þá samanburðurinn 833 milljónir á móti 747. Og hlutfallið þann aðeins önnur heldur en ég tala um áðan, 40,4% í framlegð með þess 833 milljónir á móti 45,7 og svo EBIT 15,6 á móti 23,8% og EBIT 6,1 á móti 11,8%. Og það er mikil breyting hjá okkur í starfsþáttunum. Nú eru fjölmiðlun orðin stærst fyrir starfsþáttunum með 2.199 milljónir, aukningu 325% á milli ára, milli fjórðunga á milli ára. Nú internetið að aukast um 33%, 1.164 milljónir, þetta 290 milljónir, það að vera 160 milljónir sem tengjast afgangsgjaldi Gatnaveitu Reykjavíkur, áhrifin til hækkunar út af því. Og farsíminn 1.066 og hann eykst 9% á milli ára. Farsína 327 milljónir, fyrir 7% og vörusalan 305 milljónir, fyrir 8% og svo aðra tekjur 243 milljónir og eykst 31%, þannig samtals þetta 5.304 milljónir sem tekjurnar í. Og hérna sjáum við EBITDA eftir ársfjórðungum fyrir leiðréttingu einskiptisliðum og svo eftir. Og þarna erum við búin að taka til eins og desember var líka. Og í efnahagsreikningnum þá langaði mig aðallega að segja frá því að aðrir veltufjármunir, þeir eru að aukast 428 milljónir og ef við lítið á skýringu 10 í afslutareikningnum þá sjáum við hvernig við erum að sundurliða byrðir, breyting á byrðum og það er þess breyting annars vegar það í efnisbyrðunum, þær eru að fara upp 280 milljónir. Þetta stór mánuður eða stór fjórðungur. Við erum að kaupa mikið inn á efni í sportinu sem síðan til sýningar seinna á árinu og alveg inn til 2019. Þannig það svona stærsti þátturinn sem hefur áhrif í efnisbyrðum. En síðan erum við líka að kaupa inn fjarskiptabúnað, sendabúnað og fleira sem kemur tímabundið inn á lager sem að hafa áhrif á byrðirnar áður en á fer inn í fjárfestingar. Nú síðan í skuldamegin þá kannski helst að geta undir aðra skammtímaskuldir, þar sem aðra skammtímaskuldir og viðskiptaskuldir flokkast, að það hækkun upp á 271 milljón. Það eru náttúrulega töluverðar breytingar núna í tengslum við nýja félag og stærsti parturinn af þessu aukningi virðisaukaskatti, einhverju leyti í launatengdum gjöldum og síðan einhverju leyti í viðskiptaskuldum. Það svo sem ekki há fjárhæð sem þar. Og helstu lykilmælikvarðarnar okkar í efnahagsreikningum, við erum með eiginfjárhlutfall 39,7%, verður 39,9% áramótin. Hreinar vaxtabærandi skuldir 11,1 milljarður og veltufjárhlutfalli 1,1 og netto EBITDA 3,5. Og við gerum ráð fyrir það lækki þegar líða tekur árið. Nú svo undir sjóðstreyminu þá kannski helst að geta að það er handbært frá rekstri 419 milljónir og það var 172 milljónir í fyrra. Og fjárfestingarhreyfingar eru 522 milljónir, þar að vera fjárfestingar 506 milljónir og fjórðungurinn er stærri að því leyti. Eins og ég nefndi áðan það eru fjárfestingar hjá okkur aðalega tæknisviðsmegin í fjarskiptabúnaði sem að koma þannig. Fjármögnunarhreyfingar 26 milljónir, breytinga handbært það mínus 77 milljónir. Og handbært fé upphæð var 317, við erum með gengismun upp á 1 milljón og svo handbært fé í lok tímabilsins 241 milljón og frjálst fjárflæði það 87 milljónir. Nú við ætlum að standa við útgefnar horfur sem við gáfum út þegar við kynntum ársútgerðið að vera á bilinu 4 til 4,4 milljarða og að fjárfestingarhlutfallið verða á bilinu 8 til 10%. Og eins og Stefán kom inn á áðan þá erum við
náttúrulega að vinna mjög mikið í samlegðinni og að vinna hvernig þetta kemur inn á fjórðunga og ég veit ekki Stefán, þú vilt kannski koma vera nefnir aðeins í þessu. En þið sjáum hérna á þessari mynd hvernig við erum að reikna með þetta þróist inn í reksturinn. Já, kannski það sem myndin sýnir hvernig þetta kemur inn á þriðja fjórðungi og það eins og þetta sem kemur þarna að miklum styrk á þriðja náttúrulega sérstaklega út af þessu sem ég nefndi. Það að þessir samningar sem 365 var þá með gagnvart Sigurvegi sem 365 átti ekki innviði en við eigum innviði, þá þurfum við að segja upp þeim samningum. Svo detta þeir samningar út þarna á þriðja fjórðungi og þetta margir samningar og eru svo að detta inn að miklu leyti bara á árinu og mjög mikið af samlegðinni komið inn bara á fyrsta fjórðungi 2019. Vegna þess að þetta auðvitað svolítið svona svart box fyrir aðila sem ekki inn í fyrirtækinu að pæla í því hversu mikla líkur eru á því að þessi samlegð náist eða ekki. En það auðvitað þannig að þú segir upp samningi og hann hættir og þú þarft ekki á honum að halda, þá fer sá kostnaður út. Það eru 100% líkur á að það náist. Þessi aðalatriði fyrir okkur að koma viðskiptunum yfir á okkar kerfi og ganga þannig hnútana tæknilega að við getum tekið yfir þessar viðskiptunum og servisa þessum tekjum tæknilega þannig að við getum sagt upp þessum samningum og samlega gerist. Og það verkefni hefur bara gengið vel. Til dæmis erum við bara langt komin með því að færa alla farsíma viðskiptunni 365 yfir á okkar kerfi sem dæmi. Þannig að við erum komið miklu lengra inn í verkefnum og líðum bara vel með það. Svo þetta ekki loku fyrir að skotið að bara þetta þetta svona specific sem við sjáum bara sem við erum búin að setja þarna inn og áætlanir okkar en það ekki loku fyrir að skotið með stærra sameinaði fyrirtæki sé meiri hagræðing í spilunum en þetta svona það sem við sjáum í stöðunni og okkur líður mjög vel með að setja fram og allt þarna á bakvið eru skilgreind verkefni. Þetta ekki svona, já, ég ætla að ná bara í þessu rekstrarpúli einhverjum árangri. Þetta eru bara ákveðnir samningar sem tengjast mikið fjarskipta hlutina. Þannig að mikilvægt að það komi fram. Kannski fyrir mér óvissan meira, kemur þetta inn í júní eða júlí, meira heldur en ná að skala niður allavega þann hluta kostnaði sem tæknilegur og svo erum við eins og ég segi með svona annar rekstur en stærsti parturinn tæknilegur svo við séum með það á hreinu og þannig auðvitað horfum 1 til 1,1 milljarð þannig að við sögðum 1750 sem þetta myndi skila í EBITDA þannig að 60% af því sem við ætlum að skapa í þessu verkefni. Hitt var í rauninni EBITDA einingarna sem við kaupum sem auðvitað við erum bara bjartsýn með líka en þá frekar bara rekstrarverkefni tekjumegin sem auðvitað við erum í hverjum degi. Þannig að þetta var svona kannski spurningar, já, þetta, já, gjör svo vel. Við 25 milljónir, annar kú, 150 og þriðja, þar að segja 200. Hvernig þetta? Mjög góð spurning. Ég hef átt að útskýra þetta betur. Þetta samlegð á fjórðungi ekki uppsöfnuð. Þannig að þú sér það að annan fjórðung 2019 þá erum við komin í samlegð sem þá erum við komin í samlegð sem dottin í reksturinn sem 250 til 275 á fjórðungi í kostnaði sem sinnum 4.000 til 11. Þannig þetta. Þannig að þess vegna erum við að horfa svolítið svona bratta út af þessu. Þá erum við að horfa svolítið svona bratta aukningu yfir árið og þetta kannski svona helsta ástæðan. En svo þetta reksturinn sem við erum að kaupa, versti fjórðungurinn fjórði fjórðungur. Þar sem að bæði auglýsingar og áskriftir eru hærri en aðra fjórðungar. En annars, og við þekkjum það að
fjarskiptin þó að Reyki sé að jafnað út hafa verið þriðji fjórðungur bestur. En fleiri spurningar? Já, getur eitthvað sagt skiptinguna, hversu stór hluti af samleginu komið frá húsnæði, kerfum, starfsmannahluta og fleira í þessu? Sko meiri hluti þessara samlega sem við erum að horfa á þarna að koma frá tæknilegum svona samningum og svo fræðist. Það er stóri hluturinn, sérstaklega inn í þetta. Þetta eru svona samningar eins og ég var að tala sem við erum þá í flestum tilvikum búin að segja upp. En auðvitað það sem við gerðum, við komum inn, við byrjum að ná tökum á starfsemi, við byrjum að ná tökum á því hvernig ætlum við að taka þetta yfir og svo framvegis, svo segjum við upp samningnum. Og svo líða 6 mánuðir og hann dettur að fullu út. Fleiri spurningar? Mér langar til að spyrja út í þessa einskiptisliði sem við erum að lita upp í núna. Þetta að reynast meira heldur en að við gerum ráð fyrir og kannski í öðru lagi að vænta frekari einskiptisliða eins og til dæmis á öðrum fjörðum? Sko við sjáum alveg klárlega að þegar draga úr því. Við þurftum alltaf að kaupa ákveðna aðstoð á fyrsta fjórðungi bara við að koma fyrir að innleiða félagið inn. Þannig það er svona allavega mín tilfinning að það muni draga úr því, ef einhver. Við vissum svo sem ekkert alveg hverju við áttum von á. Þetta bara eins og þetta þróast. Það geta að koma ýmsir liðir inn sem að þegar þú ferð að skoða bókhaldið sem tengist ekki þessum rekstri sem á fyrsta fjórðungi. Þannig að svona tilfinningin allavega mín, ég veit ekki hvað þú segir Stefán, að þetta dragi úr þessu. Klárlega, ég meina að bara þetta megnið að þessu kom í janúar til dæmis til að svara spurningunni. Þannig að þegar við horfum niður á mánuði þá erum við ekki að sjá mikið einskiptisliðum í mars. Þannig að ég á nú von á því að sko þetta sé að baki stóru leikir. Fleiri spurningar? Við erum bara að spyrja eins áætlanirnar. 4 til 4,4 og svo kemur það, ef ég mann rétt, það var svona fútnót sem stóð regluleg starfsemi. Já. Ef við getum svona aðeins komið inn á það. Já, það í rauninni bara þegar maður spáir, þá spáir maður auðvitað bara miðað við reglulega starfsemi. Við koma okkur á óvart í rauninni þessir einskiptisliðir sem voru á fyrsta fjórðungi. Þannig að við horfum eins og greiningaraðilar á bara hvor rekstur, hvernig hann að ganga. Þannig að og þannig var spáin sett fram. Kannski bara örstutt varðandi einskiptisliðina, getur við bara svona áður að vita hvað þetta er? Já, þetta bara, til dæmis þetta lögfræðikostnaður, það er rebranding. Við þurftum náttúrulega að við erum búin að koma inn í vörumerki, það er töluverður kostnaður sem var á bak við það. Þetta fjármálakostnaður, þetta kostnaður sem tengist kaupunum raun og veru við verið aðeins að flæða á milli hjá okkur. Kostnaður og tekjur raun og veru sem flæða á milli, þau sjáum það náttúrulega í klærinu. Þannig að þetta svona liðir sem við metum og þetta tengist ekki þessar starfsemi sem á fyrsta fjórðungi. Þannig að þetta bæði aðkeyptur kostnaður og svo náttúrulega líka að hluta til eitthvað innri kostnaður eins og við erum að meta sem hefði ekki orðið ef við hefum ekki verið í að innleiða þessa nýju starfsemi. Já, sko, og fannst þetta einfaldlega það mikið að það væri prúdent að gefa markaðnum vísbendingu það að þessi við sjáum þennan kostnað ekki fylgja okkur á næsta ári í sama fjórðungi eftir ár. En svo auðvitað, ég meina, við erum öll á sömu blaðsíðu, þú getur ekki komið hérna fjórðung eftir fjórðung með bara einskiptislið og leiðrétt uppgjörið. En ég vil samt benda á það að þetta heldur stór fyrirtækjakaup. Við erum að stækka félagið tvöfalt, það gerast í desember. Þannig að það hefði verið betra að þetta gerst í október og við hefðum getað tekið 1/4 og alla einskiptislið út og svo framvegis. Það var bara ekki sá lúxus, þannig að þess vegna gerist þetta svona og ekki besta niðurstaða en þannig þetta og þannig að á því þetta byggt. Fleiri spurningar? Ef ekki, þá ætlum við bara að fara í nokkur svona bara kannski léttari mál, við ætlum að kveikja þessu gleðinni en við erum í rauninni að
við erum að gera breytingar. Þegar nýjir aðilar koma, þá verðum við að gera breytingar og við erum að sækja fram með þessa starfsemi og ætlum bara að reyna að selja fleiri áskriftir. Og ef ég ber til dæmis þetta verkefni saman við samlegðarverkefni sem við vorum að tala áðan, þá ég mjög bjartsýnn með þetta verkefni, en mér finnst vera meira óvissu þetta verkefni heldur en samlegðarverkefni. Mér finnst það einfaldara, við höfum algjört kontról í því, en á tekjuhliðinni þarf auðvitað fólk að ákveða að kaupa vörurnar og svo framvegis, en við höfum fulla trú að það geti líka gerst og auðvitað þetta er frábært efni sem 365 er búið að vera. Ég veit ekki hvað margir hafa sagt, það er allt of dýrt og svo framvegis og við gerðum breytingar á því og teljum bara að við getum fjölgað áskriftum, sérstaklega þegar haustið byrjar með spennandi efni og svo framvegis og sérstaklega í íþróttunum sem voru talsvert dýrar og við erum auðvitað að sjá ákveðin leka í aðra þætti, ólöglegt streymi og svo framvegis, þannig að með því að lækka verðin viljum við koma til móts við neytendur þannig að geti notið þessa frábæra efnis. Við erum líka að fara í gang, það er komið inn á heimasíðuna okkar í rauninni svona heimilispakki frá okkur sem tekur saman þetta efni og fjarskipti og við bindum bara miklar vonir við það, bæði gagnvart sem sagt okkar svona ef maður talar í gömlu vörumerkjunum, Vodafone basanum og Stöð 2 basanum, það sé mikil bara samleið þar í krossu á milli þessara aðila að ná sem sagt 365 viðskiptavinum í fjarskipti sem er ekki komið í pakka og svo Vodafone viðskiptavinum í efnið. Þannig að þetta er bara komið í gang og bara mjög gleðilegt. Við erum líka búin að svona loka hringnum aðeins í einhverju sem við höfum verið að vinna að í 2 ár. Það er í raun að endurnýja öll sjónvarpskerfi og nú er þessi myndigill komin í búðirnar hjá okkur. Þetta er bara fullirði við allavega biðum nú lengi eftir því að hann kemur verksmiðjunni með nýjasta chipset sem til er í þessu bransa. Þannig að þetta er bara frábær myndlykill og mun hjálpa okkur að sækja fram á okkar viðskiptavini og nýja viðskiptavini. Mér langaði líka aðeins að sýna ykkur bara hvernig félagið lítur út. Það var skemmtilegt að allavega varðandi heildarfjölda áskrifenda á farsímanetti, þá bæði í gegnum bara vöxtinn hjá okkur í áskrifendum og auðvitað með sameiningunni þá erum við þetta komin í annað sætið. Þó að þessi þetta mjög stutt á milli aðila, það er meira þess að ef þú tekur ekki aukastafinn þá sérðu ekki munin. Þetta er cirka 3/3 á markarum sem þessir aðilar skipta með sér, en það er bara styrkur að vinna með það. Í internettengingunum erum við líka númer 2 með 37% og síminn þarna stærstur á toppnum og aðrir með 7. Og svo er þetta sem er mjög spennandi fyrir okkur, þetta er gagnvirka sjónvarpið okkar. Þar erum við líka búin að vera að hækka bæði við sjálf og svo með þessum samruna og við sjáum að við erum með 47% hlutdeild í boxunum sem er inn á heimili fólks. Þetta er auðvitað bara spennandi að tvinna þetta saman núna í framhaldinu þessu stöðu. Það er líka mikilvægt að tala bara fjölmiðlamarkaðinn núna í þessum kenningum, þetta breytt fyrirtæki. Og þið sjáu þarna að þetta er bara áhorf, þetta er bara áhorfsmælingar og út frá þessum mælingum eru auglýsingar seldar í sjónvarpi og þið sjáu þarna að RÚV er mjög fyrirferðarmikið þarna á sjónvarpsmarkaði með 55% og svo 50%, en okkar stöðvar með samanlagt 35% í sjónvarpinu og 44% í útvarpi og aðrir náttúrulega miklu smærri í þessu samhengi. Þannig að það er, og þetta er svona plattformið sem við förum að vinna með
og nú þurfum við bara að ná tökum á þessum kostnaði og ná samleiðinni inn og svo framvegis og svo erum við að vinna á viðskiptahliðinni þá með þessa stöðu og ég bara, eins og ég segi, mjög bjartsýnn á það verkefni þó að það kosti eitthvað í byrjun. Þannig að það er rauninni bara staðan eins og ég sé hana. Okkur langaði aðeins að það kom í blöðum að við hefðum verið að skoða nýjan sæstreng milli Íslands og til þess að tengja okkur með fleiri leiðum við meginlandið. Og ég ætla að biðja Þorvald Sveinsson sem yfir tæknilegri þróun aðeins að útskýra verkefnið. Og þetta er ekki þannig að þetta verkefni sé komið í gang, en við erum að skoða þetta vegna þess að við erum með gríðarlegan kostnað við þessar tengingar inn í okkar hjá okkur. Fyrir utan að það, ef þetta gerist, getur aukið mikið möguleikann á að erlendir aðilar komi í gagnaverun og svo framvegis. Þannig að við höfum verið að skoða þetta með Vodafone Group, möguleikann á að gera þetta og þetta ekkert komið lengra með það, en hann þarf að fara yfir af hverju við erum að pæla í þessu og hvað málið er stað. Takk Stefán. Já, ég ætla að gagna hitt ykkur aftur og kannski tala aðeins örlítið í framhald af því sem við ræddum á síðasta fundi. Þá vorum við að kynna nýtt gagnaver sem við erum að fara að smíða. Og mér langar kannski bara aðeins að fara með okkur aðeins þangað aftur, aðeins að rifja upp gagnaverabransinn. Ísland er eins og ræddum mjög spennandi staður fyrir gagnaver af mörgum ástæðum. Við augljósa salt, loftslag og endurnýjanleg orka. En staðreyndin er hins vegar svo að þessi iðnaður á Íslandi er að staðina. Og það er ný skýrsla sem að KPMG vann sem kom út eftir páskanum núna þessu ári sem unnið var fyrir samtök gagnaver á Íslandi sem er að greina þetta og niðurstaðan eru 3 atriði sem þarf að bæta fyrir henni iðnað til að ná að vaxa eðlilega og þar að veru fjarskiptasamband til útlönd nefnt sérstaklega sem einn lykilþáttur. Þetta er það að þetta tengist okkur og okkar gagnaveri. Og það fyrir að spyrja sig af hverju skiptir fjarskiptasamband máli? Jú, vegna þess að það er mikil samkeppni í heiminum gagnaver. Það eru fleiri lönd sem bjóða upp á salt, loftslag og endurnýjanlega orku. Bara Skandinavíu sem dæmi, Norður Svíþjóð, Norður Finnland. Og við erum í samkeppni við þessi lönd og þá fara atriði sem er önnur atriði en loftslag og rafmagn skipta máli, svo sem gagnasamband. Og ég setti 2 myndir til að gefa einhver sýn á það hvað við erum að keppa við, annars vegar eftir með Skandinavíu og svo eftir með Ísland. Og þetta er svo mynd sem blasir við erlendum aðilum sem er að velja í stað. Og maður þarf ekki annað að sjá bara fjölda strengja til að spyrja sig hver munurinn er. En ekki síður það að það er einokunarstaða á Íslandi varðandi fjarskiptasamband til útlanda. Það er eitt fyrirtæki sem heitir Farice sem á einu strengina sem liggja til Evrópu og er að selja þetta eitt. Þetta náttúrulega er veruleg markaðshindrun fyrir erlenda aðila til að koma til Íslands. En þetta tengist einnig okkur í sýn bara í okkar daglega rekstri. Vegna þess að Farice er ekki bara með einokun til gagnavera, heldur líka til fjarskiptafyrirtækja á Íslandi. Og í rauninni hefur verðskrá Farice verið byggð upp á 2 hátt. Þannig að við hjá Sýn og önnur fjarskiptafyrirtæki erum að borga 5-10-falt hærra verð heldur en gagnaverin eða viðskiptið en gagnaverna. Sem þýðir það að við erum í rauninni að niðurgreiða þetta náttúrulega verulegum mæli og borgum 50-55% af tekjum Farice. Og erum í rauninni í engri samningsstöðu aftur. Þetta er aftur einokun. Og í okkar huga er þetta einfaldlega ekki ásættanleg staða. Þannig að hvort sem er litið á okkur sem fjarskiptafyrirtæki eða sem framtíðar eiganda af gagnaveri, þá bara rennur okkur blóðið til skyldunum svolítið að takast á þetta mál. Og það er þess vegna sem við einfaldlega spurðum okkur. Hvað kostar að leggja bara nýja streng? Er mögulegt fyrir okkur að nýta það fjármunni sem við greiðum inn í Farice í dag til þess að standa undir slíkum streng? Og með því að gera þetta getum við kannski stækka bara markaðinn til hagsbóta fyrir allra, líka Farice. Og eins og Stefán sagði, þá bara fórum við af stað til að spyrja þessar spurningar bara með ráðgjöf sérfræðinga og erum búin að vera að keyra ferli núna í nokkur misseri og erum komin af stað að niðurstaðan á okkar mati réttlæti það að haldist áfram með málið. Og það sé til hagsbóta eins og segja ekki bara fyrir Sýn, heldur bara fyrir samfélagið allt.
En einnig ljóst í ljósi umfangs svona verkefnis að það verður ekki haldið áfram með það og þessi fjárfesting ekki réttlætt með aðkomu stjórnvalda með einhverjum hætti. Það í rauninni máli statt í dag. Takk fyrir. Einhverjar spurningar til Þorvarðar þetta? Eins og ég segi, þetta bara þróunarverkefni sem við erum með í gangi og auðvitað engar endanlegar ákvarðanir eru teknar. En þetta svona dæmi það sem við erum að hugsa og getur líka skapað aðrar stoðir í okkur þessum. Lokaspurning? Ef ekki þá þakka kærlega fyrir komuna. Takk. Io sono Elon Musk, ja.